Komið þið sæl, það Heimi Best sem heilsar hér á Samstöðinni. Við ætlum að líta í baksýnisspegilinn í þessu þætti. Til mín kominn Svanur Gísli Þorkelsson. Þorkelsson, já. Já. Sagnamaður. Já, sagnamaður með ýmsu. Já, þú hefur mikinn áhuga á sögunni. Já, ég hef áhuga á sögu, en þetta kemur nú til út af starfi mínu sem leiðsögumaður í gegnum árin. Já. Mér fannst mikilvægt að geta sagt frá þeim stöðum sem að var farið fram hjá og áfangastöðunum og raða þessu niður í svona þannig bita að tímasett þetta rétt, þannig að þú varst ekki komin langt fram hjá áður en að koma að sögunni eða segja frá því löngu áður, skilur. Já, bara þegar þú varst á því svæði. Já. En og hvernig taka túristarnir sögunum? Já, fyrir mína parta þá takaði þeim mjög vel. Þeim muna miklu betur eftir stöðum sem hægt að tengja við einhverja sögu, sko. Einmitt. Heldur en bara, já, þetta fjall heitir þetta og þetta hátt eða eitthvað og ef við getum sagt sögu frá því að þá, kemur það strax upp í hugan, sko. Já, ég alveg viss það. En við höfum báðir svolítið gaman af fyrir tíma, sko. Mikið rétt og landslægið á Íslandi náttúrulega tengt sögunni alveg órjúfanlegum böndum. Hver nafngiftir eru svo gamlar og í hverju nafni hægt að finna sögu sem tengist í, sko. Stundum hugsa maður nú, sko, hvernig þessi nöfn hafa komið til? Já, það nú málið, sko. Það að grafa það uppi og það ekki kannski svo auðvelt. Hér áður fyrr að þá voru menn í hverri sveit sem vissu allt um allt. Allt sitt eða nánasta umhverfi og gáttu nefnt hverja þúfu næstu því. Og þekktu söguna, sko. Fyrir mörgum síðan þá var ég á ferðalagi á Austfjörðum. Ég bara get ekki mun að ég held þetta að vera stöða fyrir, ég ekkert viss það, að þá maður að tala við mig og hann segir, heyrðu, ert þú Matthísen? Ég segi, nei. Ertu ekki skildur Matthísen? Ég segi, nei. Akkur heldur það? Því að hljómfalli í röddinni svoleið, sko. Já. Og þessi, hvað þetta að segja? Þekkjur það? Já. Þá svona heyrðu fyrir ég, sko, ertu þá úr Vesturbænum með Hafnarfirði? Og ég segi, já. Þetta bara eins og í Maður leiti. Já, þetta bara ótrúlega. Með mann sem doktorinn, prófessorinn sem gat bara nafngreint hverfið sem komst úr, sko. Já. Og hann sagði mér, sko. Ég held að þetta væri ekki til á íslensku, en maður svona hefur lært það að fólk frá Vestfjörðum og síðan úr á Norðurlandi talaði eitthvað öðruvís en maður sjálfur á Suðurlandi, en að geta staðsetti í hverfi í Hafnarfirði, það alveg málíkiðu. Stórkostlegt. Já. En hann sagði mér sem sagt, þetta löngu ári var blaðamaður, sko. Já. Og hann sagði mér sem sagt þetta, að hann gerði þetta og hann gaman að því. Já, mjög klart, sko. Og hann fekk alveg, sko, 9 í einhvern mér, hann hélt fyrst ég verið Matthísen. en ég þekki þá alveg ágætlega samt. Heyrðu, sko, í Heimi Best hafa nú verið birt skrifa til þig. Já, á og til svona. Já. Sem að mér finnst alveg frábært vegna þess að mér finnst ég sakna þess og eins og kannski fleiri Íslendingar þessa prentaða mál sem að þar sem að var að finna ýmsan fróðleik umfram fréttir. Það voru lesbók Morgunblaðsins og Tíminn og önnur rit dagblöð sem að koma út á hverjum degi sem að maður gat fundið eitthvað sem að sérstaklega helgablöðan voru full af forláta frétt eða forláta greinum, sko. Já, svo mörg blöð sem hægt að koma út sem svo gaman að lesa, til dæmis Samtíðin, mjög eins hún alveg frábær, sko. Það ekki sér talað gömlu blöðin eins og Einreiðina og Já. En sko, já, þetta og ég saknaði þess að fá ekki inn á gólf á hverjum degi eitthvað sem umfram dægurmálin og fréttirnar, vegna þess að mér finnst að við viljum menn kalla okkur Íslendinga og þetta meðal annars sagnahefðin mikill hluti af okkar menningu, sko.
og að þekkja söguna. Já, við erum orðinu gamli fyrir sko eins og Smartland og það allt saman. Já, það er bara önnur tegund. Ég veit, það er bara, ég er ekki að hafa mótið því, þó að þetta sé ekki mitt uppáhald. Þið skilðið. Já, bara fínt. Herðu, í nýjasta blaðinu hjá mér, Heim er best. Ég ætla aðeins að segja sko, ég er í smá vandræði með út af þessu, að því að sko, núna er innheimtu tímabil sko, og þá koma upp sko svona dánarbú og fólk nýfalli frá okkur. Eins og gengur að gera. Já, hluti áskrifandana er orðinn það gamall sko. Já, þannig að ég líti á þetta sem nokkuð svona safn. Safnreit, já. Já, alveg eins og bara hér að safn, hér og það sko. Þá er hann að vera svona safn og varðveita, talað eða skrifa mál sko. Í þessu blaði þá bara er mikið skúpp hjá þér. Já, þú segir okkur hver var fyrst Íslendingurinn. Já, segðu okkur þess að svo. Já, ég setti þetta saman því að undanfarin 3-4 ára þá hef ég verið að skrifa á Facebook. Á síðunum mína þar sem ég kalla svona alþýðu fróðleik sko. Og síðan endurbirti ég þetta á þjóðleikur þjóðlegu fróðleikur sem er frábær síðast sem kennir ýmsa grasa sko. Og þegar ég er að reyna að velja mér efni að þá reyni ég að finna eitthvað sem hefur flöt sem kannski hefur ekki verið velt upp áður og ég fór að velta fyrir mér spurningarna sem maður fær oftast þú veist, hvað er fyrst og hvað er stæðst og hvað er best og svo framvegis og í framhaldi af því kom hver ætla hafi verið fyrsti Íslendingurinn og auðvitað þá veit það enginn í raun og veru. Nei, ekki pappir enginn hver er fyrsti innfæddi Íslendingurinn, skilur við. Innfæddi Íslendingurinn. Innfæddi Íslendingurinn. Það veit enginn hvort að náttfari sem var settur í land eða fór í land fyrir norðan af áhöfninni hjá Garðari ásamt ambátt eða konu sem á settist að á Húsavík og var síðan bólað þaðan í burtu yfir í Náttfaravík. Það veit enginn hvort að hann átti börn. Og enginn sem að rekur ættir sínast til náttfara að mér vitandi en ef við styðjumst bara við sögulegar heimildir sagnfræðina og látum hana svona látum fornleifafræðina aðeins gæla við það líka fyrir okkur, við sagnamennir tökum okkur smá leyfi bara gerum það þá getum við gengið út frá því að í kringum 870 hafi Ingólfur verið sestur að í Reykjavík og fornleifarannsóknir með sinni ágætu frú Hallveigu með sinni ágætu frú og síðan er greint frá því að hann átti 2 börn hann átti Þórnýju og hann átti Þorstein nú er stór ættleikur komin út frá Þorsteini þar að meðal ég og mjög líklega þú líka en það er ekki neitt getið um börn að Þórný hafi gift sig sko. En Þórný, það er getið það í Kjalarnes sögu þetta og líka sagt frá því í landnámi fyrst og fremst að Helgi Bjóla kemur frá Suðureyjum, kemur frá Orkneyjum til að setja stað á Íslandi hann er sonur Ketils Flatnefs sem er konungur þar og hann hefur fyrstu dvalarstaður hans er hjá Ingólfi og síðan í Kjalarnessögu þar er sagt frá því að Helgi Bjóla hafi gifst Þórnýju dóttir Ingólfs og að hún sé 16 ára sem þýðir það og við vitum hvenær hann kom sem að var 886 þannig að Þórnýju hefur verið fædd hún hefur verið fædd í 870 sem að er mjög líklega landnámsárið eða jafnvel það er talað um 2 ára skekkju þarna frá mínus og plus skilur en mjög líklega hefur hún verið fædd á Íslandi þá og gæti því talist fyrsti innfæddi Íslendingur Þórný Ingólfsdóttir já en svo er ekkert meir um hana
Það bara ekkert meir hana. Það ef þú ferði í Íslendingabóka þá hún bara til. Að því maður kona, var þetta það? Það bara ekki getið að koma til þeirra. Það ekkert vitað. Það ekki vitað. Það eru stórar ættir konur út frá systkinum hennar. Eða ekki systkinum heldur bróður hennar. Og síðan út frá manninum hennar eða sem sagt ættingjum manninum, við vitum það sko. Eftir þennan tíma kannski? Já, það bara og alveg frá okkar dag sko. Já, bara hún gleymist. Þetta ekki sniðut. Já, þetta svona grúsk og getgátur sem gaman að hugsa Já. En ef við ætlum að spara við heimildir sem við höfum, þá myndi ég telja nokkuð örugt að það þóni sé fyrst innfætt Íslendingurinn. Já, meðan annað kemur ekki fram, þá það bara. Við erum ekkert að hika við það. Það svo Ari Fróði, það alltaf að hafa það sem sannara reynist. Já. Við bökkum út úr því, sko, ef þess þarf, sko. Já. En þú segir þetta, þú fer mikið með erlenda ferðamenn og segir svoður. Já. Ég er upptekinn við það svona þegar að í frítímum aðalega að koma þessum sögum niður og birta þetta svona sem mæja móti allum þessum ritum sem eru horfin, koma þessu niður á nýjasta vettvangin, þetta ekki nýr vettvangur heldur, þetta á Facebook. Og það mikið galdur að reyna að koma þessu í form sem hendar þeim miðli, skilurðu. Já. En það líka ável við vegna þess að það eiginlega sama formi og ég nota í leiðsögumennsku. En nú eru blikur á lofti í ferðamennskunni, eins og komið hefur í ljós í fréttum. Það hætt ástand. Já, það virðist vera einhver minnkun, jafnvel alltaf 10% minnkun í ferðamönnum til landsins. Já. Og það sko mjög alvarlegt mál fyrir þau fyrirtæki sem hafa skuldsett sig, sko. Og með þessa vexti, þetta alvöru mál. Þetta alvöru mál, en samt sem áður að ef þú veist, ég búin að vera nægilega lengi í þessum bransa til að muna þá tíma þegar að æðsti draumur ferðafrömmu á Íslandi var að fá til landsins fólk sem væri ríkt. Já, væri nógu ríkt til þess að eyða hérna fúlgum, sko. Já. Og nú bara ef farið út í það hvers vegna er þessi fækkun, þá vitum við að landið orðið og dýrt. Það bara orðið og dýrt fyrir hinn almenna ferðamann. Og þess vegna, þetta hinn almenni ferðamaður sem núna kýst til að fara til Króatíu vegna þess að það miklu, miklu ódýrara og nánast það sem fólk að sækjast eftir, það færða örugglega. Á Íslandi færða ekki alveg örugglega það sem það er að sækjast eftir. Þú veist, ég vil þótt að segja að sækjast eftir hreinni og fínni í náttúru og allir því að þá til dæmis veðurfarið orðið það sem sagt óáreiðanlegt eins og fyrir norðan, þetta náttúrulega alveg ótrúlega, sko. Og síðan hefur náttúrulega eldgosið sín áhrif að það einhverja fréttir það að þetta allavega veldur óöryggi hjá fólkinu, sko, hvort að þetta sé örugglega ekki hættu eða hættulaust að komast til landsins og svo framvegis. En mér finnst aðalmálið vera það að við erum að verðleggja okkur allt og hátt og það of mikið framboð. Og þess vegna lifa til þess veitingastaðir ekki lengi eins og komið hefur líka fram í fréttum. Það eru ótrúlega mikil afföll af veitingastöðum og það bara mikið framboð. Kannski þetta bara líka ef að þeir sem hafa numið ferðamannafræði sem ég hef reyndar ekki gert, þeir segja mér að það geti verið uppgangur í túrisma, í ferðamennsku í hverju landi sem að byggja upp sína ferðamennsku í svona kannski 10, jafnvel 15 ár. Stöðugur uppgangur, eins og hefur verið hér á Íslandi fyrir utan kannski COVID-árin, sko. Og síðan kemur sá staður þar sem að verður svona
smá fall og síðan verður flest línan út. Komið svona stöðuleiki. Já, verður stöðuleiki og kannski erum við bara komið þangað. Við erum komið þangað þar sem að við verðum að setja okkur við það að við fáum bara þennan fjölda. 10% eru kannski 200.000 manns sem að ef það verða afföllin í ár, skilur og allt í lagi, kannski verður þetta bara 1,8 milljónir eitthvað svoleiðis og þar getum við kannski haldið okkur en þá líka komið jafnvægi á þjónustu frambóðið og gistinguna. Þú ekki alltaf einhverja reddingar. Þá eigum við innviðina fyrir þetta. Já, og þá líka svona kannski, ég meina það var rosalega mikið frambúð af gistingu í heimahúsum Airbnb og allt þetta sko. Og við náttúrulega erum búin að vera dugleg við að byggja hótelrými og kannski flyst þetta bara inn í hótelin og þá verður meira frambúð á íbúðarmarkaðnum og lækkar kannski. Það var nú ekki slæmt sko. Ég horfði í morgun á beina útsendingu úr Seðlabankanum fjármála stöðuleika. Það var Ásín Jónsson og Sigvardsson Arnór Sigvardsson sem er Seðlabankastjóri núna til bráðabirgða allavega en var Seðlabankastjóri líka til þess tíma Davíðs inni. En og þar eru nokkrir mættir í salinn til að spyrja þá og það var bara ein kona sem spurði. Bara ein kona. Ég held hún hafi verið frá Arjóbanka en engin fjölmiðill sem spurði ekki, ég gafst bara upp að horfa á þetta var svo pínlegt sko. Þeir sátu bara kom ekki hljóð úr salnum sko. Vissi ekki hvað átt að spyrja? Nei, fjármálastöðuleika en þar kom fram að hugsa þér að afborganir lána munu hækka enn. Og þá séum við sem að kannski sko höfum unnið bara hörðum höndum allt okkar líf og afkomendur okkar og það er náttúrulega mínur svo galmir, það er náttúrulega öll að vinna eitthvað en sko að þá er verið að bjóða okkur vegna hvers þurfum við að standa í þessu að herði enn að okkur dýrtíðin eykst heldur áfram sig og vextir að húsnæðislánum hækka og það er líka þú að segja með veitingastæðina þeir sem eru ekki byggður upp fyrir eigið fé heldur sem sagt byggður upp mikið á lántökum þetta er bara við búum bara í samfélagi sem er bara hakavel. Sko ég myndi samt ekki vilja skipta á íslensku samfélagi og einhverju öðru. Ég er búin að ferðast nægilega mikið heiminn og búa í erlendis og ég veit það að heima er best. Ég meina, nei, en þetta er ekki bara eitthvað þjóðernis rugl sko. Vegna þess að þegar þau lönd sem við viljum láta bera okkur saman við, þau eru ekkert betur stödd heldur en við. Sko, og síðan er það að það gleymist oft í þessar umræðu og sérstaklega þegar maður er að lesa sagnfræði, þú veist, að við búum á þeim tímum þar sem að heimurinn stór hluti heimsins og sá hluti er alltaf að verða stærri og stærri að velmegunin, hún er meiri en hún hefur nokkur sinni verið áður, nokkur tíman. Við búum við meiri þægindi, betri mat, meiri hlunnindi, meiri í læknistjónustu, heldur en hinnir auðugustu menn fyrir 1000 árum, fyrir 500 árum, jafnvel. Við höfum það betur. Og þú veist, ég verð þótt að við séum ekki rík en síðan náttúrulega allt ber að miðast við þá tíma sem þú býrð á og lifir á og vissulega þetta er pirrandi að fyrir fólk að það skuli vera svona dýrt og flókið í raun og vera að koma sér upp húsum en það hefur meðalaldur þeirra sem kaupa fyrst hækkað geysilega. Það var við vitum það að þegar við vorum að alast upp að þá voru margir sem voru að festa sér kaupa húsum bara 20 sko. Þú veist, og notuðu til að spara fé og sem var þá skylda skyldusparnaður og svo sparimerkin og allt þetta en þetta er alls saman þetta er aflagt og kannski er það nýfrjálshyggjan sem að tók yfir og síðan er það ekki sem sagt þessi
peningahyggja að þú þurfir ekki í raun og vera að vinna fyrir peningnum, heldur ekki sá peningur sem þú átt á að búa til meiri peninga fyrir þig og auður sem skapaður, ekki skapaður að þínu hugviti eða vinnu, mér finnst hann eiga ekki að vera í alvöru, mér finnst það ekki að vera hægt að búa til peninga sem að það sem að ekkert lagt að mörgum annað en annar og fólk að segja á ekki að vera hægt að lána peninga og svona framvegis, jú, á að vera hægt að lána peninga og það til peninga til láns. Ísland ekki skortir ekki peninga. Nei, en ríkissjóður vanfjármagnaður. Hvers vegna? Nei, keyrðu bara þú ferðar mikið á ferðinni, sérðu hvað raunverulega mikið að vegakerfinu okkar? Ég sé það á síðastlegin, ég man þá tíma þegar að túrismin var að byrja, kringu 1980, þá var náttúrulega sjávarútvegurinn helstu atvinnugrein þjóðarinnar og við höfðum nánast allar okkar tekið það, allar okkar, megin tekjurnar. Og síðan þegar að túrismin fer að bætast við þá náttúrulega eykst velta ríkissjóðs og nú höfum við tekjur að 2 milljónum manna sem koma til landsins árlega og höfum mikla tekjur að því, það miklar að þetta komið fram yfir það sem að sjávarútvegurinn skaffar okkur. Hvað varðum þennan auð? Í hvað hann notaður? Sömur. Ég að segja stend jafn á haus en þú það sko. Ég veit það bara að ef að ég hef meiri tekjur þá hef ég meira, þá get ég lyft mig meira, þú veist. Og það hlýtur að vera þannig með þjóðina alla og ríkiskassan líka. En ég talað svona samfélag okkar, ríkissjóður ekki með halla ár eftir ár, en ég hef ekki hætt í sér pólitík. Jú, ég bara fara aftur í sagnfræðina. Ég engin sérfræðingur þarna, ég bara tala svona eins og almúga maður í sem best að vera. Já, í eldhúsinu og segi bara mína meiningu með það, en ég eru bara tveir kallar í spjalla. En sko, þú varst í Englandi Já, ég á rætur í Englandi, það alveg rétt og bjóð þar löngum frá 2006 og alveg bara framundir voradaga og í frábæri borg sem heitir Bath og 12 mílur inn í landi frá Bristol og þar í suður Englandi og þú hefur aðgengi til dæmis að fegustu hlutum Bretlands eins og til dæmis Cornwall sem að ég alveg dyrka sko og ferðangað oft. Ég spilaði einsni golf við hjón sem bjuggu í Bath. Já, voru þau góð? Fínt fólk í Víkinningu sko. Maður ekkert að pæli því hvernig spila golf, það bara hvernig þetta svona í Víkinningu og þetta eru saman 4 tíma og svo aldrei aftur og þetta bara misjant hvernig fólk svo misjant. Í Bath búa mestmegnis Bretar. Það að segja fólk af bresku stofni sko, eða ensku stofni englendingar. Þetta eina af fáum svona borgum í Englandi, stórum borgum sem að hafa náð að halda sín með ensku einkennum og það jafnvel þótt að þetta sjáum við þarna fjölmenningu svona í aðrinum en í grundvallin hún ennþá alveg ensk borg og það er mjög aðlaðandi við hana. London allt öðruvísi og aðra stórborgir, jafnvel Bristol sem það Stórborgir, hvað Bath stór? Hún kannski ekki mjög stór, það þannig kringum 150.000 manns en samt sem áður borg sko. Já. En þú varst að segja okkur sögur af þaðan úr því umhverfi. Já, þarna komu það voru orusturháðar í nágrenni við Bath sem að skipta okkur máli sko. Þetta voru víkingar sem að höfðu þarna vetursetu og háðu orustur þarna sem að þeir töpuðu og Cornwall líka sko. Þeir réðu til sín norræna menn til þess að verja sig og bandamenn fengu til sín bandamenn með að þeir voru að reyna að halda sjálfstæði sínu og það voru norræni menn eða víkingar en síðan sú orustur tapaðist líka reyndar og
ég var einmitt að skoða garð, heilmikinn garð sem var hlaðinn af norrænu mönnum. Ég veit nú ekki til að kannski íslenskir víkingar hafi verið þar, þekki það ekki sko. Ef ekki gefa okkur það bara. Já, við skulum gefa okkur það. Allavega var þetta kunnuleg smíði sem að ég sá þarna, þessa varnargarða sem að núna talin vera einn lengsti varnargarður sem að í Evrópu bara. Þeir bara eittu þarna 3-4 árum í þessi hópur sem var að bíða eftir að geta farið í stríð við að byggja heilmikið virk. Já. Varnargarður eins og við þekkjum bara eins og Grindavík, það bara öðru efni. Það nú bara ótrúlegt sko. Ég veit ekki hvað ég búin að fá margar sendingar að utan þar sem að þú veist í Morgunblaðið birti loftmynd af því hvernig hérna Íslendingar að reyna að hemja náttúruna með þessum varnargörðum og ég endurbirti hana og það bara streifinn hérna prívat kommentar sko á hérna það hvað Íslendingar væru ótrúlega hugrækir sko. Og við erum brautryðendur á þessu sviði vegna þess að náttúrulega fyrst í Vestmannaeyjum að reyna að hemja hraunflæðið með vatni og núna bara leið og hérna það byrjaði að gjósa og þetta byrjar að ógna þessum innviðum sem við eigum þótt að það hefur ekki tekist alveg með Grindavík að þá erum við enn að verja Bláa lónið og orkuverið sko. Og þetta er gígantist afrek. Þetta ótrúlegt afrek að fólki skuli detta þetta í hug því að flestum dettur þetta ekki í hug það bara jarðskjálfti eða eldgos það bara eitthvað sem act of God, þetta bara Guð. Segir það, við erum svona duglega að berjast í náttúruna. Já, það það. Saman hvernig hún lætur. Já, og við getum alveg, eigum að vera óhrætt við að telja okkur þetta tekna sem eigum skilur. Já. Og það svo margt í Íslandi og íslenskri menningu og íslenskum starfsháttum sem að umheimurinn bara gapir yfir. Já. Ert þú ekki hérna sem Suðurnesjamaður, þetta ekki mjög, þekkir ekki söguna þar mjög vel? Það nú gerst þannig sko, ég hef verið að taka saman núna ýmsar sagnir og pistla sem að kannski fyrir Suðurnesin, það fyrir Geopark í Keflavík og ég komst að því að það eru orðnir fáir staðir sem að ég kann ekki sögur hérna á Suðurnesjum og það þótt ég sé snæfillingur að ætt og uppruna þannig að þá flyst ég til Keflavíkur mjög snemma, ég ekki nema 7-8 ára þegar ég byrjaði að ganga í skóla þar og þótt ég hafi ekki dvalist þar alla ævi að þá liggja taugarnar til Keflavíkur og ég hef unun að því ennþá að ganga Reykjanesið, ganga Suðurnesið, Reykjanesskagann og Garðskagann og reyna að grafa upp eitthvað sem að ég vissi ekki áður. Það er alltaf læri þótt að allir aðri viti það. Ef ég veit það ekki áður þá er ég að læra eitthvað. Já, ég segi það. Já. Það getur verið að deila vitneskjöðna. Þú vilt bara vita það. Ég vil að vita það og ef að mér finnst það skemmtilegt þá kannski skrifa ég, setja eitthvað það sko. En þú ert að fara með ferð hringinn í kringum landið? Já. Og hvað svona fyrirfram er fólk spenntast fyrir? Svona oftast nær. Það er spenntast fyrir jöklum. Já. Það er spennt fyrir stórum fossum. Já. Það er spennt fyrir jarðvarmanum og hvernig hann birtist í mismunandi myndum. Og það er ekki merkileg kannski hvernig við notum hann? Og síðan er það, já, það er það og ég meina það er náttúrulega Íslendingar algjöru brautryðendur á því sviði líka sko. Þar erum við best í heimi. Það er engin vafi sko. Og ótrúlegt að fleiri þjóðir sem að hafa aðgang að slík auðlind hafi ekki nýtt sér hana frekar sko.
þetta eitthvað sem að Íslendingar eiga bara að berja sér endalaust á brjóst fyrir og geta selt. Já, já. Herri, þú varst að telja upp. Já, svo er það firðirnir á fjöllin, sko. Já. Og þetta er makalust alveg, því að vegna þess að það eru svo fáland, ég veit ekki hvort þú hefur ferðast mikið til dæmis Bretland eða England. Eina sem ég keypti Bretlandi fara á London til Nottingham. Og öllum Íslendingum, allir sem koma til Bretlands, það finnst England vera fallegt, skilur við, en Íslendingar sem aka þarna þetta er bara flatlendi. Býtum við, hvenær breytist landslagið? Svo ekur þið í 2 tíma og ekkert breytist, þetta er ennþá svona kvilt teppi af löndum. Á Íslandi, í hver skipti sem að þú tekur beygju, þá er nýtt landslag og ný saga og ný undur. Og það er svona, þetta er ekki, þú veist, mont eða gott, sko. Nei. Ég gleymdi því nú, við fórum í nokkra daga ferð til Skotlands á bílaleigubíl og það var mjög gaman. Skotland er kannski svona nálgast þetta, það er líka mjög fallegt og fjölbreytt landslag í Skotlandi. En ekki, það nálgast ekki einu sinni það sem við höfum á Íslandi, sko, og það að fara með hópa út í Vestmannaeyjar, það er bara saga og náttúruparadís út af fyrir sig og svo sérstæðs líka, sko. Við náttúrulega höfum ekki mikið af vilddýrum á Íslandi, eða villtum dýrum, þú veist, en það sem við höfum, að það þykir algjör dýrða að sjá það svona í náví, sko. Sjá hreindýr, sjá ref, sjá örn, fálka, snjóuglu. Síðast ég fór til á Heimaey, þá er komið svona fuglaskoðunarskýli. Já, það er búið að byggja svona smá kofa þarna upp í Höfða, sko. Upp í Stórhöfða. Við áttum að geta séð lundan þar. Já, við vorum með barnaböndandi og það var leiðinlegt viður, en þeim þótti gaman þar. Já, koma að standa, sko. Og sjá alla fuglarna rundum. En sko, stórkostlegasta afrek Vestmannaeyja í núna seinni tíma, það eru eldheimar. Það er þetta mikla safn sem að þeir eru búin að koma sér upp þarna og er stórkostlega veglegt og er í stöður í þróun líka. Það sem að þeir að kalla þetta Pompeii norðursins, þetta er ekkit að jafna þetta við Pompeii, sko, þetta er miklu merkilegra í raun og veru, vegna þess að við erum ekki með náttúrulega afsteipur af líkum þarna eins og í Pompeii, en hvernig eldfjall, hvernig það haga sér og hvernig glóandi hraun og gjall getur lagt heila byggð, eða ekki heila byggð heldur gæti það hugsanlega hvernig það gerist, það er sjáanlegt inn í þessu safni, þú veist, og saga fólksins að rifja upp þessa sögu sem að hefst þarna 23. janúar 1973 miðjanótt, að það er heyra þá sem upplifðu þetta segja frá og hvernig þeir óvissan sem tók við, hvort að þeir voru að koma tilbaka og hvað þeir fundu þegar þeir komið tilbaka, sérstaklega þeirra sem mistu húsin sín. Þetta er ógleymanlegt og mér finnst að Íslendingar ættu að fjölmenna til Vestmannaeyja til þess að upplifa þetta, að skoða þetta, vegna þess að það eru 2 eða 3 kynslóður síðan sem að vita ekkert þetta, sko. Sem eru í landinu. Ég er búin að fara á þetta safn, sko. Alveg makalust, sko. Vel gert. Já, mjög vel gert, sko. Og ferðarfólki hefur eflust á þessu. Það hefur stórkostlegan áhuga á þessu og ég held allir er í bænum. Já, og svo er það þegar að Fagradalsfjall góðis í Fagradalsfjalli, að þá fyrir mjög fljótlega þá var hægt að fara þar og ganga upp að gígnum, sko, eða gígunum og skoða það, og þetta var náttúrulega alveg ótrúlegt að vera með heila fjallslíð, bara þakta af fólki horfandi á gosið eins og leikvangi bara byrju neðan, bara 50-70 metra frá,
og ég held að við söknum þess svolítið í ferðamennskunni núna að geta ekki gert það nákvæmlega það sama en nú það bara of hættulegt það eru að fara inn á svæði sem inn á Sandhnúka sem núna eru mesta jarðhræringarnar sko en fólki vill sjá það og langar til að sjá það og nokkuð ánægt með að jafnvel bara sjá svona bjarman eða það reyndar orðið á bjart í dag til þess að sjá bjarman sko. en þeir sjá kannski aðeins glæðurna þegar þetta og svo en reikinn það eld þannig að þeir sem að halda því fram að eldgosið sé að fæla fólk frá sko og þessar sögur eldgosið, ég veit að þetta eitthvað til í þessu en ég held að það séu kannski jafnmargir sem komið til þess með eru tilbúinir að reyna að sjá þetta sko. Já, ég held að líka þannig að það svona gripið til þessara þessa mál sko að gosi sé að fæla frá en hvaðan að Snæfellsnesinu ertu? Ég fæddur á Sveitabæ sem að heitir Kleifarvellir hét áður löngu áður Klofvellir en einhverjum þótti það ekki nógu gott og vildi kalla Kleifarvellir Klofarvellir Hvar eru? Þetta í Miklaholtshreppi og ekkert langt frá kennileiti sem að margir þekkja sem allavega ferðast eitthvað, heitir Vegamót Fáskursbakki þarna rétti og beint á móti Gröf og sem spærin okkar stendur upp í fjallinu beint á móti Gröf og það sem Helgi Pétursson var með mikla útgerð rútuútgerð á sínum tíma sko. Og og þetta var lítið kot sem var á milli tveggja bæja stór og mikið bíli sem heitir Borg og Minniborg sem þar og síðan Svarfhóll til austurs og þetta kot í þessu koti bjuggu afi minn og amma Sigurborg og Gísli og þau áttu bara eina dóttur það var móðir mín, Hansína og áttu systkini? Átti hún? Nei, þú? Ég á 4 bræður og 4 systur þannig að við erum 9 og við erum öll á lífi og við góða heilsu og það ég best veit þetta stór fjölskylda sem varð eiginlega til að stærri hlutanum í Keflavík því að þangað fluttist við kringu 1960 Ég var aftur 10 ár einhvern á norðanverðinu bjó í Ólafsvík og var ungur sjómaður og reyri bæði frá Ólafsvík og Rifi og lendur nokkuð tíman í Söndrum? Nei, ég var bara þannig típaður, ég var ekki einu slagsmálum þetta er nú skemmtileg þjóðsaga samt, það hefur verið þarna rígur á milli Ólsara og Sandara sko. Maður heyrði þessum menn sem voru ósáttu rótað á næsta balli eitthvað svona sko en auðvitað var slegist en ég bara var slegist á öllum sveitaböllum á Íslandi einhvern tíma jú. Það voru svona menn, ég vil ekki vera nafngreina á neitt sko sem að voru gaman að ég var steinrótaður einu sinni algjörlega steinrótaður ekki á Sandara samt? Nei, Ólsara að fyrir miskilning sko og ég alveg steinlá þetta er alltaf verið miskilning sko svo en ég og sá sem rótaði mig við erum minni mestu mátar eftir þetta við vorum ekki einu sinni málkunni við vissum hvora öðrum bara búin þú hefur haft vit á því ég bara sko hann var mikill rótari sko þetta var ekkert í mér eitthvað slagsmál sko það bara sko einn að þekktustu Ólsurum sem að uppi hafa verið bara allavega á síðustu öld að það var Karl Guðmundsson Ólafsvíkur Kalli og þá hann kemur sterkur inn í bókina Syndin í lægis og lípur með Kristófer Katt og ég kynntist honum Kalla Guðmunds fyrir ég þekki frændfólkans Þú þekkir það, hann átti fyrir systur spákonu, var það ekki? Nei, sko Karljú sko,
Laugi Guðmunds, Já. bróður Kalla, Já. og svo átti hann, sko, Laugi, ég svona kannaðist vel við hérna, afkomendur hans, sko. Já, já. Það er svona mín kynslóð, sko. Ég En var segðu mér frá Ólafsvíkur Kalla. Ég var 17 ára Já, og ég ákveða að fara á vertíð á Norðfjörð á Neskaupstað og vinna hjá Sún. já, Það vinnu þar og lendi strax er boðin staða í aðgerðargengi og aðgerðargengið sem átt að gera að frá 10 til 30 tónnum á sólarhring, skilurðu, það var búið til úr harðjöxlum staðarins. já, Ég man eftir einum náunga sem hétt Hávarður og kallaður Hægi já, og hann var eiginlega formaðurinn og hann hafði ráðið til sín þessa hörkukalla og þar á meðal Ólafsvíkur Kalla, Karl, sem ég vissi ekki hausni sporða á þeirra til að byrja með. Ég var í lélugu húsnæði, þarna beint á móti Sún, sem að hálfgerður reysi, sko, bara bjóð þarna og þá spyr Kalli hvort að ég vilji koma og búa með sér. Við getum leikt saman herbyggi. já, Og við fengum aðstöðu saman þar sem að við vorum með aðganga salerni og eldhúsi og þetta voru eldskýrt, þetta var eldskýrt vegna þess að við byrjuðum að vinna klukkan 7 og síðan var bara unnið þangað til að haugurinn var búinn, sko. Og það gat verið, það tók alltaf, þú veist, við aldrei búinir fyrir 8, 9, 10, þú veist, á kvöldin. Og það var bara borðaður, það var tvennt sem var borðað. Það var plokkfiskur og sveskjugrautur. Hann bjóti plokkfiskinn og ég heldi sveskjugrautnum úr ferni eða einhverju sem við gátum keypt. Þetta var nýkomið á markað þá, sko. Og þetta átti ég í 3-4 mánuði, sko, með Ólafsvíkur Kalla. Hann var þá búinn að vera edrú allan þennan tíma. Svo kemur ónefndur dugga í land frá Englandi, full af áfengi innan Norðfjörð. Og það var til þess að gengið eiginlega leystist upp. Já. Og Kalli fjall. Hann fjall. Já. Og ég var með honum þarna í herbygginu og hann fyrst að þá ég var á bíl þarna og keyrði hann svolítið og síðan lagðist hann bara í koju og hann var kassi að vokka hjá hann, sko. En við töluðum saman alltaf og töluðum saman um heimspeki og lífsspeki og sérstaklega þegar eftir að hann byrjaði á kojufyllirínu. Ég man eftir eina á nóttina að rís hann úr rekkju og segir hanga á krossi, þetta var svo stuttur tími og síðan fjalla hann aftur og síðan skömmu seinna þá segir hann ástin er skítalíkt. Ég segi, hverju segir það? Það er ekki fyrir en þú þolir skítalíktina konu að þú getur sagt að það var eskir hana. Og síðan fór hann aftur. Þetta brendi sig inn í mig, ég er ekkert viss um að þetta sé satt, en þetta var svo dramatískt að ég man ennþá eftir þessu alveg frá því að ég var 17 ára. Nú, hann hafði svo marga fjöruna sopið út allan heim, Ólafsvíkur Kalli, eins og sagti frá eins og þú kemur inn á í Syndin og Læfis og Lipur. Og margar þessar sögur hann sagði mér þar, endur sagði mér þar. Og það eru svona nokkurnu einu við rétt skráðar hérna í bókinni, en það voru ýmsar aðra sögur sem hann sagði. Jónas Árnason náttúrulega hélt á pennanum hann hélt á pennanum. Listamaður. Já. Og svo ég gafst upp á þess allavega og fór frá Neskaupstað og hitt hann aldrei aftur. Nei. En ég er alveg viss um það að hann átti systur það í Reykjavík sem var svona skyggd, sko, og spákona vegna þess að hann bað mig um að hafa samband við hana og ég gerði það reyndar. Ég hringdi í hana
og þá virtist hún alveg kannast við mig og vita hver ég væri á þess að, og ég efast að Kalli hafi nokkuð tímann varað hana við því sko. Hétum ekki Fanney Gunnarsdóttir, þessum minni það. Þú er sko, það er einhverju sem að hræra aðeins upp í minninu á mér. Ég reyna að muna til sko, hvort að ég hafi heyrt þetta sko. Nei, já, vitað af því að Laugi Guðmunds hafi átt systur. Já, það var bróðir Kalla, segirðu. Já, hann var útgerðarmaður. Já. Hvar? Á Jólasvík. Já, hann átti fyrirtæki sem heit Enni og gerði út 2 báta. Já. Og strákan einn alveg $100 en þá sjó Rafn Guðlaugsson, Rabbi Lauga, hann gerir út bát og alltaf verið svona eins og þú, síðarður og skeggjaður. Já, hann er bara stanaður eins og ég. Nei, þetta er svona bara karakter, sko. Já. Herðu, en sko... Svo, það er ein saga sem er einreindar sagt frá í bókinni sem mér finnst svo skemmtileg og svolítið talandi fyrir Íslendinga. Að þegar að honum er komið fyrir á dönskum togara sem 12 ára dreng, þú veist, átt að vera einhver hjálparkokkur á togaranum. Og það er Íslendingur sem tekur hann og fer með hann upp í bátinn og kynnar hann fyrir skipstjóranum. Og hann stendur þarna, hann var nú ekki hávaxinn sko, og aldrei hávaxinn sko, hann stendur þarna þrekinn og rogginn eins og hann var sko, einbeittur og svip, ég sé þetta alveg fyrir mér. Og Íslendingurinn slægir hann svona bak við eyrað og segir: "Taktu ofan, drengur, taktu ofan fyrir skipstjóranum." Hann var með eitthvað svona 6 pensara. Tekur húuna, hendi inn í sjóinn og gekk aldrei með húa eftir það. Bara svona. Þetta þessi strákur vissi hvað var kúl sko. Já, líka sagan þegar gangin á bryggju og fólki er alltaf að horfa á svona völsku rottuna að reyna að klifra upp. Þetta eru ef þú vilt fá svona alvöru sjóara sögur og þá áttu að lesa þessa bók fólki sem horfa á rottuna vera að drukna og Ólafsvíkurkalli kemur og stingur sér. Þeir voru búin að sparka henni af kajanum, hún var búin að reyna að skríða upp hvað eftir hana og þeir voru að leika sér við að sparka henni aftur úti og síðan stingur hann sér úti og býður þetta, næri henni upp, tekur hann upp á hann og blæsi hann að lífi. Þetta er alveg með ólíkitum. Algjörlega frábært sko. Það er ekki venjulega menn sem gera svona. Nei. Og sem betur fyrir að þá eru ég veit ekki hvort það eru til svona menn ennþá en þetta eru svona uppáhaldssögurnar mínar. Það er að finna auðvitað er mikill aðdáandi af stiklum og sóma sko og finnst hann hafa unnið stórkostlegt afrið og skemmtilegt að finna karaktera sem að nánast enginn vissi sko og segja frá þeim. En hefur þú lesið bókina Aflamenn? Nei. Fyrsti kaflinn í henni er að leita að tala við skipstjóra Aflamenn hér og það sko og þannig er þess að Stebba Löfvini og Jónas Árnason og Jó Múli nema viðtalið sem hann tók var aldrei birt og svo veit ég man ekki í svipinn hverju úr aðrir nema Stefán Jónsson hann tekur að segja að tala við Pétur Hoffmann álaveiðimeistar Íslands og ég bara skora alla sem hafa mögulega ná í bókina Aflamenn að lesa þetta sko, ferðin þeirra frá Skúlagötu og upp í Borgarfjörð reynd ævintýri því að Pétur Hoffmann þessi mikli svo sterki maður var svo lifandi spílræddur og Stefán segir þessa sögu svo vel þetta er alveg einstaklega skemmt það getur enginn lesið þetta nema hlæja mörgum sinnum. Það er nefnilega það sko. Auðvitað þá er sem betur fyrir búið að setja á blað og skjálfesta mikið af þessi sögum og líka náttúrulega eins og ég var að minnast á hjá Ómari að taka viðtöl við þetta fólk sko. En
Það náttúrulega að verða kynslóðaskipti í landinu og þeir sem myndu alvöru gamla tíma frá aldamótum síðust aldar og fram eftir öld, að þeim er að fækka. Og ef að það eru til slíki karakterar konur eða karlar í plássum, að þá og sagan hefur ekki verið sögð, þá finnst mér ástæða til þess að hvetja fólk til þess að gera það. Og það er eitt sem það hvetja mig til dáða, sko. Já, hvetja. Það er eitt sem hefur komið í ljós. Að í athugasendum við pistlana mína koma aft alveg dýrlega sögur að frá fólki sem að bara lætur gammi geisa, þú veist, og það er mjög alveg frábært að þeir gera það, og alveg sama þótt það sé langt. Stundum þetta, þú veist, er athugasendunar tvisvar lengri heldur en greinin, sko. En mér finnst það bara svo frábært að fólk skuli setjast niður og finna hjá sér tilhengu og tilfinningu fyrir að skrifa þetta niður. Já, sem hvatningu, sko. Það er hvatning sem gefur á þér, sko, sem er svo mikið mál að varðvita og eiga. Já, bara líka tilefni og að annað fólk hafi aðgengi að því sem þú ert að segja, sko. Já. Herðu, hérna verðum að fara að hætta þessu? Já, þetta er búið að vera skemmtilegt. Já, sann, þetta er alltaf gaman að þessu. Láta gaman geisa, smá. Já, herðu, en Svanur Gísli Þorkelsson, þakka þið fyrir að vera með mér. Þakka þið sömuleiðis fyrir að bjóða mér. Já, og ykkur fyrir að hafa hort á okkur og hlustað, og ég verð hér aftur á vikuliðinni með ykkur annan gest, en sæla sinni.